Það er í nokkuð þægilegu sigurinn í dag. Hvar finnst þér vinna þennan leik? Ég veit ekki, við vorum bara góðar í langan tíma sko. Mér fannst ekki, við byrjuðum kannski sloppy og byrjuðum á þriðja var líka ekkert spes. En þetta voru stuttir kaflar þar sem við vorum að gera einhverja vitleysu. Þannig að ég held að bara svona stöðuleiki í frammistöðu í dag hafi skilað sér í. Þú segir þið fóru ekkert sérstaklega vel af stað, en einhver séðans að menn hafa kannski verið full værukærir að fara inn í þetta? Ég vona ekki sko, eins og við talaðum við þar fyrir leikinn að þú mátt ekki slippa upp sko. Ef þú tapar leik á móti liðum sem að þú ert betra en á blaði, þá er það bara risastórt í deild sem að er svona ógeðslega competitive. Alexandra endar með þvílíka tölur í dag og hún virðist alltaf að vera að bæta við, heldur þú ennþá meira inni hjá henni? Ég held að hún er í svona nýju capacity með hvernig við spila áður. Við erum kannski verið meiri tvistur og svona secondary option sóknarlega, en hún getur klárlega gert þetta allt eins og við sáum í dag og ég nefndi við hana fyrir leikinn og ætlaði að segja aftur við hana á morgun sko. Hún endar með of góða skotnýtingu. Það geti boðið fyrir hana að enda með 70% nýtingu og vera að skjóta með það. Eftir með að hvernig leikinn fór í kvöld þá eru aftur komin upp á Haugum, þannig að þetta lítur nokkuð vel út þessi toppbaráttu. Heldur þið getið ekki haldið þess áfram? Jú, eins og ég er búinn að segja hérna held ég við alla, við ætlum bara að reyna að vera í topp 4 og að vinna 20 okkar leiki held ég til þess að ná því og svo bara byrja þetta upp á nýtt með topp 4. Erfitt ferðalag í Stykkishólm á laugardaginn. Hvernig lítur það út fyrir þér? Það er bara ógeðslega erfitt sko, sérstaklega með svona stuttan tíma á milli og það getur náttúrulega unnið alla þannig að við þurfum að mæta klárar þangað, engin spurning.